fallega fólk. Það bók á borðinu. Hún ný. Og við ætlum að ræða hana og fleiri bækur reyndar, eða skáld. Það eru Aðalbjörg Bragadóttir og Auður Torfbjörg Jónasdóttir sem eru komin til mín. Verið hjartanlega velkomnar. Takk fyrir. Þessi bók er á þínum vegum því að þú ert formaður Kvenfélags. Já, ég er formaður Kvenfélagsins Hjálpin hérna inn í Eyjafjarðarsveit. Sem er eitt af 3 kvenfélögum þar. Eitt af 3 kvenfélögum, já. Það er alveg með ólíkindum. Það er bara merki hvað rosalega mikið starf það hefur verið sem að konur hafa vunnið. Kvenfélagsstarf. Og þessi bók talar einmitt okkar 100 ára starf sem byrjaði 1914. Þá var Kvenfélagi Hjálpin stofnað. Og þetta er svona 100 ára sagan. Ég veit það er 2022. Já, þetta er mikið verk. Þú ert ekki svona slemmi starffræði. Nei, ég er ekki svona lilla starffræði. Þetta er mikið verk og margar konur og margt fólk sem vann mikið óeigingjarnt starf að gefa þetta út. Það var svona til hamingju með, þetta er líka fallegu titill, Drífandi Daladísir. Já, við sjáum okkur svolítið þannig, sko. Já, svona flögrandum. Já, og bara samt með upprættar hendur og til í að taka á málunum, sko. Já, enda sko, ég er nú sveit sjálfur. Má ég sjá. Og ég, sannarsagna veit ekki alveg hvar, bara Ísland væri, og nú er án gríns, ef ekki hefði notið kvenfélagana við í gegnum áranna rás. Það er bara þannig, sko. Og þetta er svona okkar tribut til þessara frumkvennar sem að setja þetta í gang og þetta er svona byggt á fundagerðum og það er félagatal, ég rétt sleppi það, ég gekk í félagi 2013 sko, þannig ég er svona næst síðust inn í. Þannig að, en þetta er svona skemmtilega uppbyggð svona, þú lest hann ekkert frá til en gaman svona flett í henni og Já. Og eru ákveðin byggðasaga í leiðinni? Algjörlega mjög miklar heimildir. Það er nákvæmlega það sko. Mikið af myndum og mér líka bara til marks sko þetta óeigingjarna starf, þetta er náttúrulega bæði, er þetta mikilvægt, þetta er eitthvað félagsstarf, stórt og mikið. Algjörlega. Og sko, hefðu einhver af þínum ungskáldum skrifað þessa bók, Aðalbjörg? Það er góð spurning. Ég var örugglega á sínu tíma. Og einhver staðar koma nú saman skáldlegir hugar. Og ég hef verið í kvenfélagi, ég veit hvað það er mikilvægt að konur komi saman og þetta er líka svo góðu félagskapur yfirleitt. Já, og þetta er í rauninni svo vanmetið. Margir hugsa bara kvenfélagskonur svona sem fullorðna konur með hnallþórur sko, sem við erum vissulega líka. Og prjóna, já. En við erum mikið af ungum konum, já þetta er svo miklu meira og það fara miklu peningar sem að kvenfélagskonur að gefa bara 50-70 milljónir á ári sem þessi 140 kvenfélög á landinu er að gefa til líknarmála og svona, þannig að... Nákvæmlega og það er líka bara svo, sko, þú veist, ég man nú alveg þegar mín fyrsta vinkona gekk í kvenfélag og ég hugsaði, já, hún er hann svona gömul. Nei, en bara allt þetta góða sem að kvenfélagin er að láta af sér leiða, þetta er en hvernig gengur nýliðun? Það svona mætti alveg ganga betur, maður fær svona, þú veist, eins og ég segi, ég gekk inn í félagi 2013 og ég er ekki yngst, en ég er í yngri kantinum kannski og ég segi það. Besta aldri. Já, vissulega. Við erum það öll. Akkurat, ég verð það alltaf. En það sem að konur kannski áttar sig ekki á er að þetta er ekki bara vinna og þetta er ekki bara kaffihlaðborð. Þetta er líka samvera og maður lærir líka svo mikið. Þú veist, ég er svo miklu sjálfsöruggari með að halda veislur og ég er búin að læra að gera smurbrauð og ýmislegt svona sem að manni finnst og bara svo mikið gleði og bara gaman að hitta sína konur. Og ef einhver er að horfa og langar að gangi í kvenfélag, þá bara kvenfélag.is, alls staðar í landi, 140 kvenfélag, 10 hérna á Eyjafjarðarsvæðinu. Findu kvenfélagið í þínu nærst samfélagi. Algjörlega. Það er nú málið með samfélagin, sko. Ég er nefnilega komin inn til að tala annað samfélag sem ég veist líka með mikilvægt, það eru ungskáld. Og til þess að komast að öllum ungskáldin, það er einmitt ungskáld.is. Já. En það er svona samfélag ungra skálda eins og kannski felst í titlinum og þá erum við að tala ungt fólk. Þetta er frá aldrinu 16 ára og upp í 25 ára. Og kannski svona sumir svolítið leiðilegt að sé einhver svona aldursmörk en þetta er það bil framhaldsskólaaldurinn og svona fyrir hluti háskólanáms. Að fyrstu háskólagráðu, sirka. Já, ekki að segja það. Ég reyndar að verða annari með styttingu framhaldsskóla. Reyndar. En ungskáld.is er svona hópur eða réttar sagt samtök þar sem við höldum utan ungt fólk og það sem við gerum alltaf í október er að hafa ritlistasmiðjur.
Og það er nú það sem ég langaði til að nefna í dag. Já. Að næsta ritlistasmiðja haldin 15. október, laugardaginn 15. Og þetta ókeypis viðburður fyrir alla á aldrinum, sérst 15 til 25 ára. Þetta bara 16, 15 til 25. Ef þú ert þessum aldri og þið langar til þess að mæta, þá bara mætir þau, en það þarf að skrá sig og skráningin á ungskald.is og það eru 2 leiðberendur sem eru með smiðjuna og sá sem er fyrir hádegi, það er hann Gunnar Helgason, bara fótbolta, ég ætla að segja fótboltakappinn, hann bara skrifað svo mikið, börnin mín að lesa hérna Hann mikið fótbolta áhugamaður allavega. Og síðan eftir hádegi, þá erum við aðra við erum svo ungi anda, sko. Þá erum við með annan svona kappa eða konu og það hún Kamilla Einarsdóttir sem hún búin að skrifa þetta alltaf tíma, hún kannski leiðilegt segja þekktari fyrir að dóttir Einars Kárasonar rithöfundar en hún hefur gefið út margar bækur, til dæmis Kópavogskróníku sem svona slómar svolítið tendir, skemmtilega gróf, sko. Og svo hefur hún líka skrifað aðra bók sem heitir Tilfinningar eru fyrir aumingja, sem að ég bara, titillinn. Hún kom í fyrra, hittirra. Þannig að nú segjum við bara allir að fara á ungskald.is til að skrá sig á þetta og allir að fara á kvenfélag.is til þess að koma og hún að ganga í kvenfélag. Nákvæmlega. Karl eða kona, gaktu í kvenfélag. Já, við erum með heiðursfélag. Jú, við erum með heiðursfélag. Hann Gunnar Jónsson, heiðursfélaginn okkar. Hann á mikið af efni í þessari bók, til dæmis. Dásamlegt. Við tökum móti öllum kynum. Er það ekki? Öll kyn velkomin, alltaf, allstaðar. Hjartans þakkir fyrir komuna, góðu konur. Takk fyrir. Og gangi ykkur vel í ykkar. Takk. Allir á netið.